the author and perfecter of our faith, Lord God, that you put the desire in us to be here today, and that you also have the answers to all of our questions, Lord God. We come humbly before you, knowing that we don't know how to go out or how to come in. We don't know the answers apart from you, Lord God, but we trust that you are a God of love and of mercy, who has provided all things that are good for our growth, and we depend upon you this morning, Lord Jesus. We glorify you in this time. We ask that your name be magnified, that it be honored and praised, Lord God, and that each one here would be edified in their own spiritual tabernacles in the way that is needed for them. In your name, Jesus, we pray. Amen. So the most awkward one is the first one, because no one wants to start. Vandræðalegasta spurningin er alltaf svo fyrsta þegar enginn vill byrja. Does anybody have a question? Einhver spurningu? Yours. From Gumme, but Joel is asking a question, right? Right. From Gumme, but Yoel's asking a question. Joel er spyrja. I have a question. Yes, Okay. Samantha. Sínu spurningu. I forgot what passage it is, but it says that Jesus said, "You call me a drunkard," or something like that. Yeah. And why do you call my cousin a wildling? I forgot what exactly he said. Mm-hmm. So does that mean that Jesus drank wine with his friends? Good question. Hann er að spyrja hvort að Jesús hafi drukkið vín með vinnu sínum. Þannig að þeir segja að hann sé kom og hann var að drekka vín og hann hafi verið vínsverður. We are looking it up. I'm not texting And someone. why was his first miracle to turn the water into wine? Oh. So we don't drink wine. A miracle of water into But wine. then it says, don't be a drunkard. Right. Like contradicts. Good. Og fyrsta kraftæði sem Jesús gerir að Okay. breyta vatn og vín og hún er að spyrja af hverju við mögum ekki vera að drekka eða rauninni talar við mögum ekki að vera fyllibundur eða fyllir alltaf. Where is that miracle? I'm looking it up. It's John. Yes, John chapter 2. Jóhannes If you want to find the other passage, we'll do the water. I'll do the water and the wine, and we'll go from there. Hún byrja á vatn og vín. John chapter 2. Jóhannes 2. So why would Jesus turn water into wine? Af hverju breytti Jesú vatn í vín? It's kind of a weird miracle, right? You know, Skrítið kraftæði. it's kind of like a trick that a magician would do. Svona eins og eitthvað svona töfrabragð sem að töframann gera. So like, why do it? Why is that important? Af hverju er þetta mikilvægt? First of all, before I start answering, does anybody have any ideas? Er einhver með einhverja hugmyndir af hverju? Maybe like half of an idea. What does wine represent? Why? Blood. Okay, so wine represents blood. Þannig að ok, hérna víni myndi á blóð. And how do we know that? Hvernig veitum við það? It's red. Good. Did you say it? It's, Daniel. Yeah, because later on he sort of was with his disciples and he told them to drink this and there was with Yes. our blood, my blood. Og setna með þess að hann læri sér sínum að drekka vín og hann sagði drekja þessu, þetta er mitt blóð. Yeah, the Last Supper. Yeah. And then when we take communion, we drink wine. Þegar við eigum saman hérna, hvað heitir þetta aftur á íslensku? Brauðsbrotningu, þá drekkum við saman vín. And it represents Jesus's blood. Og það myndi á Jesú So blóð. what's cool about the Bible is when you find out what something represents, Þannig að það er svo einu frábært biblíunum, þú kemst að því hvað eitthvað er mynd upp á af. you can take that and put that anywhere you see wine in the whole Bible. Þá getur þú setta allstarf við það sem þú sér vín í biblíunum. So let's go to John chapter 2. Þannig að förum í Jóhannes 2. And let's just, we'll start in verse 1. Byrjum við versi 1. So Jesus is going to be asked by his mother to do a miracle. Jesús spurður hérna móður sína að gera kraftaverk. Now what I want you to do is I want you to look at how he responds to her. He has a funny question and a funny answer. Sjáu hvernig hann svarar móður sína, hann hefur svona fyndið svar á spurningu. So we're first just going to read it till we get to the answer and see kind of what's going on with that. So, verse 1. And the third day there was a marriage
in Canaan of Galilee. Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galileu. And the mother of Jesus was there. Móðir Jesú var þar. Both Jesus was called and his disciples to the marriage. Og Jesús var og boðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. En vín þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. And she's kind of implying something. She's like, Jesus, they Hún er don't svona have any wine. gefa eitthvað í skyn, svona Jesú, þeir hafa ekki vín. Like, do something. Gerðu eitthvað í því. And then he says this, Svo segir hann þetta. verse 4. Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Jesús svarar, hvað varðar það mig og þig, kona? Minn tími er ekki enn kominn. That's a weird thing to say. My hour has not yet come. Tími minn er ekki enn kominn. What do you think he means? Hvað haldið hann meini? When he's gonna die. Yeah, Samantha, you said when he's going to die. Já, þegar hann ætlar að deyja. Why would you say that? Af hverju myndir þú segja það? Because it represents blood. Yes, Af því þetta er wine blóð hans. represents Jesus' blood. Thank you, Jesus. And so Mary is talking about natural wine, Þannig að María er að tala náttúrulegt vín. but Jesus is looking at this as a spiritual example. En Jesús er að horfa á þetta sem andlega mynd. And so whatever Jesus does, he's always telling a spiritual story as well as a natural story. Allt sem að Jesús segir, hann er alltaf að tala andlega sögu, jafnframt og náttúrulega sögu. How many days was Jesus in the grave Hversu marga daga var Jesús í gröfinni before he rose again? áður hann reis upp aftur? 3 days. Yes! Já, 3 daga. Magnus. 2 points. 2 stig. What's the first thing that this chapter says? Hvað er að fyrsta sem þessi kafli segir? On 3rd day. On the 3rd day, Á þriðja degi there was a wedding that needed wine. og brúðkaup sem þurfti á víni að halda. So Jesus knows the plan. He knows he's going to be resurrected on the 3rd day. Þannig Jesús, hann veit And he planið. knows that that blood is going to clean his bride Hann veit að hann mun vera reisin upp á þriðja degi og hann veit að þetta blóð mun hreinsa brúðina. so he can be married to her. Þannig að hann getur gifst henni. And so he sees this whole picture as a spiritual example of like a prophecy of what's going to happen. Þannig að hann sér alla þessi myndir eins og svona andlega mynd af svona eins og spádómur sem á eftir að gerast. So number one, is Jesus really concerned about wine? Þannig að spurningin er Jesú virkilega að hugsa vín eða hefur áhyggjur af vín And having a good party? og hafa svona gott partí? No, he's concerned about telling a secret story for those who are listening. Nei, hann er að hugsa það að segja svona leynisögu fyrir það sem er að hlusta. So on the 3rd day, Þannig á þriðja degi they run out of wine. þá klára þær vínið And then let's go a little bit further. og svo skulum við halda eins áfram. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith to you, do it. Móðir hann sagði þá við þjónuna, gjörið það sem hann kann að segja yður. And there were 6 water pots of stone, after the manner of purifying the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Og nú voru þar 6 vaskir úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert 2 mæla eða 3. Okay, what was this water for? Fyrir hvað var þetta vatn? Was it for drinking? Var það fyrir að drekka? For cleansing or... For Fyrir cleansing. að hreinsa. For cleansing. Fyrir hreinsun. What is the blood of Jesus Christ for? For drinking? Hvað gerir blóð Jesú? Er það fyrir til að drekka? For cleansing. Nei, fyrir að hreinsa. So Jesus takes water that's for cleansing. Þannig að hann tekur vatn sem heitir hreinsuna And he's about to turn it into wine. og hann ætlar að breyta því í vín. In the Old Testament, they were cleansed by the blood or the wine of the lamb. Í Gamla testamentinu voru þeir hreinsaðir svo til eina fyrir blóð lambsins. But on the 3rd day, when he resurrects, En á þriðja degi þegar hann reis upp, he's going to be cleansed by the blood of Jesus. We're all going to be cleansed by the blood of Jesus. þá munum við öll vera hreinsu á blóði Jesú. So Jesus is looking at this picture and he goes, this is the whole story Þannig að Jesús er að horfa á þessa mynd og hann segir þetta öll heila sagan. of my death, Á dauða mínum, my 3 days in hell, mínum 3 and my resurrection, í helju og upplýsum minni. and how everyone's going to be cleansed by my new blood. Og hvernig allir munum vera hreinsaðir af mínu nýja blóði. So I'm going to do this miracle, Þannig ég ætla að gera þetta kraftaverk. but the whole point is that I'm whispering the story ahead of time. En heili punkturinn sá að ég er að segja ykkur söguna henni fyrirfram. So let's take a look at how he does it. Jesus said unto them, Fill the water pots with water, and they filled them up to the brim.
Og síðan segir hann, auðsi nú á og færi veislustjóra og þeir gjörðu svo. And he saith unto them, Draw out now and bear unto the governor of the feast. And they bear it. Það fyrir ekki, fyrst var 7. Jesús segir við þá, fylli keri vatni og þeir fylltu þau á barma. And when the ruler of the feast had tasted the water that was made into wine, he didn't know where it came from. En veislustjóri bragðaði vatni sem orðið var vín og vissi ekki hvaðan það var. But the servants which drew the water knew. En þjónarnir sem vatni höfðu auðsið vissu það. The governor of the feast called the bridegroom. The bridegroom! Þá kallaði veislustjóri á brúðgumman sjálfan. And said unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine. Allir menn bera fyrst fram góða vínið. And when they have well drunk, then he brings out the worse wine. Og síðan til lakar þegar menn gerast ölvaðir. But you have kept the good wine until now. En þú hefur geymt góða vínið þetta nú. So what does this man say? Þannig hvað sem maður að segja? He says, usually at a wedding, Venjulega í brúðkaupum. you bring the good stuff first so that everyone tastes the good stuff. Þá kemur þú fyrst með hérna góða vínið til þess að allir geti bragðað því fyrst. And then after everyone's had a lot of wine, you get the bad stuff because they don't notice. Og þegar allir eru búin að drekka rosa mikið vín, þá hérna kemur með slæmadótið setna þegar enginn tekur eftir því þegar hann er That's drukkinn. how you save money at a wedding. Þannig sparar pening í brúðkaupum. But he says, what you did is backwards. En það sem þú gerir var svona öfugt. Now wine represents what? Vín er mynd på hvað? Holy Spirit. It represents not the spirit. Ekki- Well, actually it does. Reyndar gera það. I'll take that back. Ég skal taka það baka. But primarily, Jesus says, drink this wine. It is the blood of the new covenant. En fyrst og fremst þetta blóð þess nýja sáttmála. Jesús segir drekki að þessu, þetta blóð nýja sáttmála. Which wine is better? Hvort vínið betra? Being cleansed by the blood of a natural lamb Að vera hreinsaður af blóði náttúrulegs lambs that came first, sem kom fyrst, or being cleansed by the blood of Jesus that came second? eða vera hreinsaður af blóði Jesús sem kom eftir á. What would you say? Jesus. Being cleansed by the blood of Að vera Jesus. hreinsaður af blóði Jesús. So this man, the host of the party, he's saying, hey, this wine, the second wine is better than the first wine. Þannig að veislustjóri segir, heyrðu, þetta seinna vín er betra enn þið fyrra. Which is the whole story of the New Testament. The blood of Jesus is better than the blood of the goats. Sem heili tilgangur sögu Nýja testamentsins. Nýji sáttmálinn er betri, betra blóð en gamla blóðið. So this whole story, this whole first miracle, Þannig að allt þetta fyrsta kraftaverk is really about telling the gospel in real life. snýst að deila Guðspjallinu í alvöru lífi, svona myndu på alvöru. Jesus didn't do this miracle because he thought, oh, we gotta have a good party, I'll make some good wine. En Jesús gerði ekki þetta kraftaverk með þess að ég vil þá frábæra veislu sem búið fram til því. He did this wine because everything the Father set the whole marriage supper up, this whole marriage scene up. The Father orchestrated this whole thing, set it all up. Faðirinn hann planaði þetta allt. Yeah. He planned it all out Hann planaði þetta allt saman. so that he could quietly tell the story of being saved by Jesus' blood. Þannig að hann geti hljóðlega sett fram þessa sögu hvernig við getum verið björgu af Jesú blóði. And that's why Jesus tells Mary at the very beginning, woman, it's not my time yet. Þess vegna segir Jesú við Maríu í byrjun, innan kona, það er ekki minn tími. It's not my time to give my wine, my blood. Það er ekki tími komið til þess að ég gefi mitt vín, mitt blóð. But I'll make a little picture. En ég gera litla mynd hérna. So that's why he turned the water into wine. Þannig að þess vegna breytti hann vatninu. God's focus is so much higher than just, good wine for a party. Guðs tilgangur er svo miklu hærri en bara eitthvað gott vín fyrir hérna veislu. And for each of us, Og fyrir öll okkar, when we do something very simple, like wake up in the morning and have breakfast, ef við gerum eitthvað rosalega einfalt eins og vakna morgunmat, maybe go to a birthday party or a wedding. fara kannski í brúðkaup eða afmælisveislu. When God looks at these normal, everyday things, Þegar Guð lítur á þessa venjulegu hluti dagsins, He's planning them out to tell a spiritual story. þá var hann að plana á til þess að geta sagt okkur andlega sögu. I mean, think about it. The people that were getting married, they're just thinking about getting married. Það muni hugsaði út í þetta, þeir sem voru að gifta sig, þeir voru bara að hugsa að gifta sig. But God picked that very day to tell a story for those who would be listening. En Guð valdi þennan dag til þess að segja sögur þá sem voru tilbúin að hlusta. So there's that part. Þannig að það er svarið. What was the other part of your question? Hver var hinn hluti í And the spurningu? Pharisees accused him of being a drunkard. Yeah. Did you find that passage, huh? Þeir sem voru að átelja hann fyrir að ásaka hann að vera fyllibita eða fyllirættur eða vinsvelgur. Where is it, huh? Matthew 11.
Matthew chapter 11. Mattheus 11. Okay. So Matthew chapter 11, are you there? Í Mattheus 11 Yeah. er komin þangað. Okay. So verse 17 Í versi 17. is what Sister Samantha was referencing. Það var það sem maður sem var að tala. So what Jesus is responding to is the accusations of those around him. He says, Hann er að svara ásökun þeirra í kringum hann. verse 16, it is written, "But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets and calling unto their fellows." Við hvað á ég að líka þessari kynslóð? Líkir börnum sem á torgum sitja og kallast á, segir í versi 16. And saying, "We have piped unto you and you have not danced. Við lékum fyrir yður á flautu og ekki vildu við dansa. We have mourned unto you and you have not lamented." Við sungum yfir sorgarljóð og ekki vildu við syngja. So verse 17 is talking about how, this generation tries to get Jesus to respond in a certain way, and he never does. It's like children in a market, playing a joyous song that most people are supposed to dance to, and then he doesn't. Og hann er að tala þessa kynslóð hérna sem að, þegar Jesús er að tala, fólkið átt að svara með því að bara dansa og þakka en gerði það ekki. So then they play a sad, mournful song that most people are supposed to be sad about, like at a funeral, and he doesn't respond the way they want him to respond. Og svo sunguðu sorgarljóð og fólk ætti að syrgja eins og vanlega eins og bara í jarðarför, en fólk svona brást ekki við. And this is how Jesus is to the world. Yeah. Og þannig var Jesús frammi fyrir heiminum. Jesus doesn't respond the way that the world wants him to respond. Yeah. Jesús svarar ekki eins og heiminum vill hann svari. And oftentimes he does the exact opposite. Og oft gerir hann bara hið gagnstæða. So some encouragement to us when the world's expecting a certain response out of us. Og það er sem að hugrisning fyrir okkur þegar heimurinn er að búast við einhverju ákveðni viðbröðum hjá okkur. Most likely the Christ-like thing to do is going to be the opposite of what they want. Yfirleitt er kristilegi hluturinn að gera bara akkurat andstæðan það sem að heimurinn býst við frá okkur. But it continues, verse 18, "For John came neither eating nor drinking, and they say he hath the devil." Og þeir halda áfram í versi 18, Jóhannes kom, át hvorki né drakk og menn segja hann hefur illan anda. So John the Baptist came, very humble, very simple, Þannig Jóhannes Baptisti kom mjög auðmjúkur, mjög einfaldur preparing the way for Jesus. og undirbjó veginn fyrir Jesú. He was separated, he didn't drink wine, he didn't dress normally, Hann var aðskilinn, hann drakk ekki vín, hann klæddi sig ekki venjulega. and so they accused him of having a devil. Þannig að þeir ásökuðu hann að hafa illan anda eða djöful. But then the Son of Man came eating and drinking, and they say, "Behold, a man gluttonous and a winebibber." En svo kom mannssonurinn, hann át og drakk og menn segja hann mathákur og vínsvelgur. So John the Baptist came paving the humility road to get people's heart repented and ready for Jesus. Þannig að Jóhannes kom og hann svona undirbjó veginn til þess að fólk myndi iðrast og undirbjó veginn fyrir Jesú. But Jesus came joyous. Jesús kom svona He gladur. came celebrating. He came eating with sinners and the outcasts. Hann kom fagnandi og hann borðaði með þessum sem voru fyrir utan og neytti matara og víns með þeirra. And so the world scorned Jesus, saying that he was coming gluttonous and drunk. Þannig að fólki hættist að Jesú og sagði að hann væri mathákur og vínsvelgur. And sometimes if we don't read this carefully, we might take this as cause to say that Jesus did get drunk. Og ef við lesum þetta ekki varlega þá getum við skilið þetta þannig að Jesús hafi í raun verið fullur. But that's not what it says. It says that he was accused of being gluttonous En það segir and a það, winebibber. hann var ásakar að vera mathákur og vínsvelgur. But we know that Jesus could not have been gluttonous En við because gluttony is a sin. vitum að hann getur ekki And he verið was að vera perfect. mathákur vegna þess að það er synd og hann var fullkominn. And we know that Jesus couldn't have been overtaken with wine because the scriptures say not to be drunk with wine, but be drunk with the Holy Spirit. Og við vitum líka að hann getur ekki hafa verið drukkin af víni vegna þess að Biblían segir okkur að vera ekki drukkin af víni heldur verið drukkin af heilugum anda. So if we read it carefully, we see, okay, he was accused of these things, but he couldn't have been doing those things, or he would not have been the perfect Son of God
who came and died for our sins. Amen. Þannig að við lesum þetta varlega þá sjáum við það að hann gat ekki verið þessi hlutur sem hann var ásakar annars var hann ekki þessi fullkomni sonur Guð sem kom og dó fyrir okkur. That's fine. Wherever you. Do you have a follow-up question about? Þið með einhverja spurningu sem svona fylgir þessu? Does that help? Yeah. Okay. Þetta útskýrir. Mom, Yeah, what would you say to your, smart friend that, comes and say, well, the Bible says not to get drunk of wine, but does that mean you can't get tipsy, or because, right. the people drink wine? That's It a was great actually, I think they estimated it was like maybe 5% alcohol Right. in that wine in the back of the days. Right. Yeah. So what do you say to your smart friend? That's a Hvað great question. þarf að segja við vinnin sem spurði hvort þú megir ekki drekka? Því að Biblían segir að við megum ekki vera full en megum við ekki vera svona finna þess á okkur því að eins og fólki á sínum tíma að drakk vín sem var 5% áfengi og fólk fann yfirleitt á sér venjulega. Yeah, there's no arguing that people drink wine. Það ekkert að segja hann gegn því að fólk drekkur vín And there's no arguing that Jesus drank wine. og Of það course. ekkert að tala hann gegn því að Jesús drakk vín sjálfur líka. And yes, the scriptures are very clear. Og já, reikningar eru mjög vel útskýrar. Do not be drunk with wine. Það segja ekki drekka í drukkinu mínu. And so the question is, like you said, if someone came up and said, does that mean I can be tipsy? Og því það ég geti orðið tipsy. Drunkenness, being drunk, Svona að vera fullur is about being overcome by alcohol. að vera svona yfirbugaður af alkohóli. So, in other words, we become a servant to alcohol. Þannig við verðum svona Slave. A þrælar slave. eða þjónar að alkohóls. Yeah, and that's why gluttony is also a sin. Þess vegna að vera matákur líka synd. If we eat too much, Ef við étum of mikið, we're overcome by being too full. þá erum við bara yfir full. Sometimes it makes us sick. Stundum verðum við sína veik, We can, sleepy. við verðum svona þreytuleg We can be overcome by anger. og við getum verið líka bara svona yfirfull af reiði. Like, have you ever been angry with someone, Hefur ekkert að vera reiður við ykkur and then they said something that kind of was funny, og svo segðu þau eitthvað sem var eitthvað svona fyndið and you wanted to laugh, og þú vildir hlæja but you're angry, so you're like, no, and you wanted to stay mad? en þú ert reiður þannig að þú bara vildir halda á Have you ever felt that way before? Er einhverju liðið þannig? We wanted to be drunk. We wanted to be overcome with anger. Við vildum vera drukkin Or bara af reiði. have you ever been upset with someone and you're having a nice conversation, but you're upset, Hefur ekkert að verið svona ósáttur við ykkur en þú ert að eiga samfélag við hann and then all of a sudden it just goes whoop, and goes a little bit too far, and you just say what you were really thinking. og svo allt í einu bara rís rafmagnu upp í loftinu og þú bara segir eitthvað sem þú bara Have you felt that? að við ekkert lent For some of us, that's when we punch them in the face. fyrir sumum okkur þá er það svona tímpunktur sem við kýlum við í andlið. So the point here is that Christians Punkturinn þá að kristnir einstaklingar are slaves to Christ and only Christ. eru þrælar til Krists og bara til Krists. And anything that overcomes us, we become a slave to it. Og allt sem að tekur okkur svona yfir, við verðum þrælar þess. That's what 2 Peter chapter 2 says. Það það sem að annað Pétursbréf að segja. So, the point of the passage that says don't be drunk Þannig að og þetta orð sem að segja okkur að við eigum ekki að vera full. is to stay away from anything natural or spiritual that will make you a slave. Sem að segja okkur að halda okkur frá öllu í andlega og náttúrulega sem gerir okkur að þræla. So, let's say you had, let's say you were a slave. Segjum svo að þú verður þræll. And you had to work long hours at a potato farm. Og þú þurfir að vinna bara marga klukktíma á einhverju svona kartöflu bóndabíli. And you're not allowed to call home, you're not allowed to leave the farm. Þú mátt ekki hringja neitt, þú mátt ekki fara frá bóndabílinu. If you said, and then one day he sets you free. Og einn daginn ertu leystur úr ánum. And you're like, well, I'm not a slave anymore, but sometimes I like to work there just for a little bit, but when he starts yelling at me, I run away. Og þú segir, ég nú í frjáls en ég mjög samt gott að fara þarna svona og vinna þarna á til. What would you say to that friend? Hvað myndir þú segja við viðkomandi ef ykkur myndir segja þetta við þig?
Það að segja hann væri frjáls frá bóndabýlinu en hann fer frá og Are they living a good life, like kind of working for their old slave master and then running away when he gets too angry? Eru þau að lifa góðu lífi að vera alltaf að vinna fyrir gamla þrælahaldara sinn en fara að segja sig á og til því að hann er reiður? No, No, why do you say no? Af hverju segir nei? because he's still like, he's still in that environment. Yeah, Af því hann er ennþá í þessu umhverfi. he's kind of playing with being a slave, Yeah. not being a slave. Like being it when you want. Svona leika er að því að vera þræll og vera ekki þræll svona á. Right. It is like being tipsy. Það er eins og að vera svona að finna á sér. It's kind of fun to almost be a slave, but I'm not really a slave. Svona, já, ég er ekki þræll. Like I can kind of control myself. Like if the police pulled me over, I probably wouldn't get a Ég ticket. er svona nokkurn veginn svona góður á því og lögga myndi stoppa mig, þá myndi ég okkur ekki fá mig það. Yeah, it's like denial. Why do you say it's like denial? That's good. Og það er svo afnýttur. Because or like if you were like quite Yeah, you can say nice. quite older men, It's like codependent. Yeah, Yeah. you kind of like saying to your lying to yourself, oh, I'm not a slave, but still you're addicted to that, or like Yeah. En þú ert að segja sjálfur að þú sért ekki þræll en þú ert samt svona ennþá nokkuð háður þessu. And ultimately, the reason why we get tipsy is because we want to feel drunk without feeling guilty. Og ástæðan fyrir því að við viljum vera svona tipsy eða svona Or finna á okkur. hungover. Við viljum ekki drukki á þess að vera samt drukki kannski. It's like when you're not married and you make out and you do a lot of kind of sexual things, but you're not having sex. Það er eins og þú ert ekki giftur og þú ert svona að kissast og gera svona ýmsa hluti sem að svona, þú ert ekki að stunda kynlíf en þú ert svona virkilega að leika að all svona eldinum. It's like going to Gume's store, Það er eins og að fara í búðina hjá Gumma and he gives you the keys to a brand new Mitsubishi. og fara í umbúðið, í bílaumbúðið og hann gefur líklega nýju Mitsubishi And you turn it on and you kind of feel the nice leather. og þú kveikir á hann og finnur fyrir góða leðrinu And you check out all the buttons and you turn on the radio, but you're not gonna steal it. og þú kveikir svona á öllum hnöppunum og þú ætlar ekki að stela honum. You're just gonna almost steal it. Það er bara svona næstu að stela honum. The point of being a Christian Eina tilgangur þess að vera kristinn is that we're free to serve Jesus. er að við erum frjáls þess að þjóna Jesú. We're not free to flirt with Pharaoh. Við erum ekki frjáls til þess að geta verið aðeins svona að daðra við Farao. And so, Pastor John Piper said it this way. John Piper, fórstuðumaður, sagði þetta. He said, don't spend your energy trying to figure out if you're on the right side of the line or on the wrong side of the line with sin. Ekki eyða orkunni því að reyna að komast að hvort þú sért svona réttu megin og öfugu megin við línuna sem er syndin. Don't spend your energy trying to figure out how much you can get away with. Ekki reyna að eyða orkunni því reyna að komast að hvað getur komast mikið upp með. Spend that energy killing your desire for that sin. Eyða orkunni í að drepa lönguðina í þessa synd. So the whole question has this assumption. Þannig að öll spurningin með þessa svona hugsun. That it assumes it's okay to want to do sin. Við erum að gera ráð fyrir að sé allt í lagi að vilja gera synd, að synga. As long as you don't actually do it. Svo lengi sem að þú gerir það ekki. But the true answer is that it is not okay to even want to do sin. En raunverulega svari er að það ekki einu sinni nógu gott að bara að vilja ekki gera synd, að synga. To want to do it is a sin. Að vilja, to want to do it is to sin, já, að vilja gera það að synga líka. Yeah, to desire to be drunk and to play with being tipsy, that whole experience is still sin. It's just not drunkenness. Að við leif okkur að vilja synga eða vera drukkin eða finna á okkur, það er líka synd. I had a friend who would do any kind of sexual activity except intercourse. Ég átti vin sem að gerði alls konar bara svona kynlífsathafnir nema þá bara að stunda svona eðlileg mög. Because he was a Christian. Vegna þess að hann var kristinn. And he couldn't have sex until he was married. Og hann gat ekki átt kynlíf nema hann var giftur. And I remember talking to him like, it's called oral sex. It's still a kind of sex. Like you're lying to yourself. You know? Þegar þú ert með svona oral kynlíf þá er þetta samt líka kynlíf, svona munnmög. So it's a way for us to hide from the fact that we actually love the sin. Þannig að það er svona leið fyrir okkur að fela okkur frá þeirri staðreynd að við viljum synga. So
that's all like a big answer for a little answer. If your friend came to you, Þannig að þetta svona stórt svar fyrir lítið sem að ef vinurinn kemur til þín, the answer is you'd say, friend, you want to be drunk. þá segir vinur, þú vilt vera fullur. And you still think it's fun. Og þú heldur ennþá þessi gott. And Jesus freed you to serve him. En Jesús frelsaði þig til þess að þjóna honum. Take that desire and get filled with the Holy Ghost. Taktu þessa þrá og vertu fylltur af heilugum anda. I'll see you at church. Ég sé þig ekki. Did you want to add something? Do we want to move on from the alcohol question, or do you want to hear more? Can I add one thing? Yes. There's one verse in Proverbs, and if you look at I forget the verse, but if you look at the root word in Hebrew, it also means don't get tipsy. The word drunk there, it means tipsy as well. Yeah. So we shouldn't even get tipsy. Yeah. So, Awesome. en við eigum ekki einu svona að við erum að drekka þannig við finnum á okkur. Come on, Anthony, just go. Just to add, can I add? Yeah. Of course. You all don't. You're saying that you don't have any temptations at all. Eru ekki með neinar svona fristingar? I'm going to add a couple verses because this is how I look at whether to have alcohol of any sort, how much, in what setting. Ég ætla að bæta nokkur rítningum vegna þess að þetta svona lít ég á að hafa. So this may not be the answer to a friend coming with a question, but this may be an answer that some of us need. Þannig að þetta er ekki kannski svarið ef að vinur okkar kemur okkur spyrspurningu, þetta er kannski svarið fyrir okkur. Revelation chapter 1 verse 6. Óperubókinin kapli 1 og vers 6. Þið þurfa ekki að fara. Verse 5 says that Jesus Christ has washed us from our sin in his own blood. And verse 6 says, and hath made us kings and priests unto God and his Father. Það segir í versi 5 að hann er So because we've been washed, í blóði sínu og hann gjörði oss að konungsríki og prestum. so because we've been washed in the blood, what have we been made? Þannig að því að hann hefur hreinsað okkur í blóði sínu, hvað hefur hann gert okkur að? According to verse 6. Samkvæmt versi 6. According to verse 6, he's made us two things. Tvennir hlutir. Kings and priests. Konungar Yes, og okay. prestar. So jump quick to Leviticus. Þannig að hoppum yfir í So you and I, because we have the blood of Jesus, have been called to be kings and priests. Þannig að ég og þú að því við höfum hreinsuð í blóðinu þá er Drottinn búinn að kalla okkur til að vera konungar og prestar. Yes? Yeah. Yes? Okay. Leviticus chapter 10. Þriðja Mósebók kapli 10. We're going to look at the Lord's instruction to his priests. So we are his priests. Við ætlum að Yes? sjá þetta leiðbeiningar Drottins til prestar. Leviticus 10, verse 8. Þriðja Mósebók 10:8. Yeah. And the Lord spoke, not a person, the Lord himself spoke Drottinn sjálfur talaði, ekki manneskja eftir Drottinn. unto Aaron, saying, do not drink wine, nor strong drink. Drottinn talaði við Aron og sagði, hvorki skal þú í syni þér drekka vín eða áfengan drykk. Thou nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. Svo þegar þér gangið inn í samfundatjaldið, svo þér deyið ekki. So what were the priests doing in the tabernacle? Þannig að hvað voru prestarnir að gera í samfundatjaldinu? What was their job in the tabernacle? Hver var If you're tilgangur þeirra í asleep, tjaldinu? you can sleep elsewhere. What did the priests do in the tabernacle? Ef þú eru hérna þreytt okkur til svo annar staðar, hvað voru prestarnir að gera í tjaldinu? What was their job? Why were they there? Hver var tilgangur þeirra þar? Just in general. not Bara for this svona, verse. ég er ekkert að reyna að vera mjög spesifik, bara eitthvað svona, þú veist, yfir höfuð. To serve the Lord. Að þjónusta. Yes. Já, To minister. að þjónusta. The job of the priest was to minister unto the Lord. Starf In the prestar var að tabernacle. þjóna til Guði í tjaldinu. And we read in Revelation that you and I are priests. Og við lásum í óperubókinni að ég og þú erum And prestar. our job is to minister unto the Lord in this tabernacle. Og verka okkur er að Our þjóna bodies are a í tabernacle. okkar tjaldbúð, okkar líka með tjaldbúð. So everything that we do to our bodies and in our bodies, it's like we were doing it to the tabernacle of God that the priests were ministering in. Þannig að allt sem við gerum okkar líkama og í okkar líkama er eins og við værum að þjóna Guði í samfundatjaldinu fram fyrir honum. And I'm very grateful for this verse because the Lord's instructions are not
whether to be drunk or not drunk. Og ég svo þakklátt fyrir þetta vers vegna þetta snýst ekki það hvort þú verið fullur eða ekki. His instructions are simply don't drink wine. Leiðbeiningar Don't drink hans strong drink. og bara það sem hann segir bara ekki drekka yfir höfuð. Just don't even drink it. Ekki einu sinni drekka. Not because every sip is going to get you drunk, Ekki að því að hver sopi mun gera þig full. but because your body is the tabernacle in which you minister to the Lord. Heldur að því að líkaminn þinn það mustur og svo tjaldbúð sem þú notar til þess að þjónusta fyrir Guði. And the priests were called higher than the rest of the congregation. Og prestarnir þeir voru kallaðir hærra upp en restin af fólkinu. The rest of the congregation might be able to drink Restin af fólkinu getur kannski drukkið and not get drunk. og ekki verið full að segja. But when Jesus has called us higher to be his priests, En þegar Drottinn hefur kallað okkur hærra til þess að vera prestar hans, he expects more of us. þá ætlast hann til meira á okkur. Because everything that we do that affects this body is going to affect how well we can minister to him. Því að allt sem við gerum sem hefur áhrif á hana líkamann hefur áhrif á hvernig vel getum við þjónusta til hans. And I'm not, saying this ignorantly. I understand how alcohol affects the body. And you can't always predict how much a little bit is going to affect you. Og ég veit hvernig áhrif áfengi hefur á líkamann og við getum ekki alltaf fundið út nákvæmlega hvenær við förum að finna nákvæmlega hvenær við erum full. I think you're just enjoying one drink on an empty stomach and you're a lot farther along than you expected to be. Þú heldur að þú sett bara að njóta eina drykkjar í á tómandi tæmi maga og svo allt í ertu bara farin að. So as Abe was saying, instead of worrying about, how far can I get? Þannig að eins og Abe bara segir, þú ert í staðins að vera að hafa ágjörð af því hversu langt ég komist. We have the privilege to focus on how clean and sanctified can I possibly be? Að þá njótum við þeirra forréttinda að geta spurt okkur sjálf hversu So that when the Lord calls me to minister, og aðskilji ég get verið fyrir hann. Þannig að þegar Drottinn kallar mig sem þjónusta, there's nothing inhibiting me. þá ekkert sem að hindra mig. I can think clearly, I can hear him clearly, I can minister clearly. Ég get hugsað skýrt, ég get heyrt í honum skýrt, ég get þjónustað í hreinlega. So for me, that's how I think about my body, is I don't have to even be tipsy, I certainly don't have to be drunk, but it could still be affecting me. And if the Lord has called me to be constantly ready to minister as a priest, then I wanna be ready for that. Yeah. Þannig hugsaði ég þetta, ég þarf ekki að vera full, ég þarf ekki eins og að finna á mér. Ef Drottinn hefur kallað mig til þess að vera prestur þá það nóg, ég vil vera svona hrein. It's in the middle of the night, Hvað sem sé miður nú, it's in the middle of the day, á miðjumdegi, the Lord calls me to pray, I want to be fully ready to hear him. og Drottinn kallar mig alltaf til þess að biðja þá vil ég vera Late in the evening, en að geta heyrt í honum. oh, what's a little buzz gonna hurt me, no one's gonna call. Þú veist, ég sé ekki að hugsa, ég bara finn smá á mér, þetta er That alltaf. one person might call who needs us to be able to minister to them En það geta about the alltaf Lord. einhver hringt í And I don't want anything mentally or physically to be in the way. I want to be ready at all times. einhver geti nálgast þig og geta þurft og hjálpið að halda og þú vilt vera tilbúin andlega og hugalega séð að geta hjálpað viðkomandi. So I like that verse. It helps me. Þetta hjálpað mér. Great questions. Frábær spurningar. Any other follow-up questions or a new question? Einhver spurning sem fylgir þessari? I have a new question. Yeah, Julia. But does anyone have a follow-up? To change topics. Julia. Please speak. I was reading the Song of Solomon, like 5 that you went to yesterday, Yeah. and it says the mountain of spices, and I know that Sister mentioned, like she's gone to like each specific spice that has a meaning. But what is specifically mountain of spices? Við tala í ljóðaljóðunum 5. kafla þegar talar á íslensku manni ekki hvað heitir svona fjallið. Well, let's go I there. believe she. It's the last verse. Yes, she does. I know that Reverend Hicks references it in her book, Song of Love. Yeah. Ég veit að Sister Hicks talar þetta í ljóðaljóðabókinni sinni. Mountains are often described in the scriptures as kingdoms. Fjöll eru oft við myndu upp á svona konungsríki í Biblíunni. And mountains in Song of Solomon also refer to ways that we get away privately with the Lord. Og fjöll í separating ourselves ljóðaljóðunum, with the Lord. þá það svona staðar sem við förum svona ein með Guði. What verse? I'll show you. It is, it's not in chapter 5. It's in 8:14. It's the last verse in the chapter. 8:14. Tala balsamfjöll í íslensku.
Be thou like a roe to a young hart upon the mountains of spices. It might be balsam in the original text. It's balsam mountain in Iceland. Awesome. Oh, I didn't check the Strong's word meaning of it though. but- yeah. I would reference her book, Ég myndi Song of bara Love, vísi bókinnar, ljóðlega and bókinnar. study the different spices Yeah, from Leviticus. Mountain of separation. but I'm just, There is another place, the Bether, Mount Bether Mount of Bether. separation. because every spice has a meaning, I know It that. does. But Yes. like just this in general, This what does that concept, mean? yeah. Mountain spices. Nú spá ég bara svona þessu svona kryddfjallu, hvað þetta þýðir svona yfir höfuð. Þráttur að getum skoðað hérna sérhverja merkingu fyrir sig líka. Yeah. I don't know. Other than those general principles of, it being, a mountain being a kingdom and a place of the spices of his name, Fyrir utan það að, þú veist, að fjöll I don't eru know any konungsríki further of what she has taught on og that. kryddin eru myndu á nafn I'm hans sure þá. she mentions it. Ég vissum að I hún have it on talar my einhvers phone, staðar one of them. með það síma henni og vilt skoða það senna. So it's ways we get to meet privately with Jesus. That's Ah. mountains, right? And Mountains. so each spice we meet him differently. Yes, we do. Yeah. Yes, we do. If you remember when Jesus is ministering, oftentimes he'll go away to pray, Þeim and many muni- times he goes away to the mountains. Þegar Jesús er að þjóna He þá fer separates hann frá himself. og hann fer hérna í fjöllin. He separates himself even from those who he is helping Jafnvel frá þeim To sem go. hann er að hjálpa. pray and be with his Father. Can I ask one thing? Do you know, Yeah. like, because many times he says he goes into the mountain, Yeah. not just to the mountain. Yeah, Right. that's true. It's so interesting every time he says that. Yeah. I don't know what the Hebrew is. No. I have to look Yeah. to know if the Hebrew says in or Yeah. if the Hebrew says to or Right. on. Right, right. Yeah. Oh, But I know that obviously there are principles that are going Mm. into Mount yeah, Zion. exactly. Yes, like Israel did under the mountain. But are the spices often something that God gives us, or, I didn't understand that. They're elements of his nature that he shares with us, Þetta er mynd af and eðli then he nafnsins grows them in us. sem hann deilir með okkur og það er eitthvað sem vex í hjartum okkar. So also with the idea of a spice, we've got a lot of chefs here. Við erum með líka hugmyndinu krydd, það eru margir kokkar hérna. A lot of spices, like if you take mustard seed, you have to have it hit a hot pan or something for it to get all of its flavor out. Eins og þú tekur þína senumsræð, þú þarf virkilega að hafa svona heita pönnu til þess að ná bröðunum fram. Or you take, a bay leaf and you put it in your soup so that it just gives off its flavor in the soup. Þegar þú tekur eitthvað svona lauf eins og sæði og setur það í súpuna, það er virkilega svona And hita so, til þess að ná bröðunum fram. so God picks, Yeah. for example, incense, 5 different spices for incense. Þannig að Guð, hann hérna velur 5 mismöndu hluti fyrir hérna reykilsing. And it doesn't give off its nature until fire touches Og it. það gefur ekki fram sitt svona eðli, heldur, þangað til að eldurinn kemur og snertir það. So when God gives a spice, Þannig að þegar Guð gefur eitthvað krydd, it's going to, that part of who God is meant to smell and become big sá partur af því hver Guð það mun hérna ekki lykta eða verða stórt when we go through fiery sufferings. fyrir við förum í gegnum eldlega þjáningar. So spice has to do with something that when heat and trouble comes, it goes, here's how God responds. Þannig að This is God. kryddið þannig þegar við förum í eitthvað svona og eldurinn kemur þá, þú veist, þetta er svona Guð. Frankincense, for example, you have to light it on coals and then it gives off the smell of faith. Til dæmis reykjelsið, þú þarft að setja það á svona brennandi kol, þá gefur það upp svona ilm af trú. And those same spices can give off their smell when the Holy Spirit's fire comes down on it. Og þessi krydd geta lífa gefið frá sér þessa lykt þegar heilagsanda eldur kemur niður. So that's a little bit more about the spice, but what this mountain of spices is, we'll have to do more homework. Þannig að við erum að kannski tala meira kryddin hérna, en til þess að vita meira þetta ákveðna fjall hérna, þá erum við kannski að læra meira heima. We have time for like 1 or 2, depending on how long it takes. Við erum með svona 1 til 2 spurningar við Do me in the back. Hvað tekur með tíma? I've heard that in the new city, the leaves on the trees are for the healing of the nations. Yes. So I'm asking, how do the leaves bring healing, and Yeah. what nations? Yeah.
Great. Þannig að spurningin þú veist, í borginni í Jerúsalem þá verður tré þar sem að vera með laufum og ávöxtum sem að mun vera til lækningu þjóðarinnar. Þannig að hvernig læknaðu þjóðarinnar og hvaða þjóðverið þetta? Is there chalk over there? Krít þarna? Yes. Já. All right. Let's go to the teacher's board. Okay, so we have in the age to come, Á öllum sem koma, there's going to be 3 places that believers live. þá munu vera 3 staðir sem að trúendur munu búa. The new heavens, Það nýr heiminn, which I'm just going to do NH. The new earth, og ný jörð, and then there's the new city. og svo nýja borgin. The new city is on the top of Mount Zion, Og nýja borgin á toppi Mount Síonsfjalls. and it is a very large cube. Það svona stór teningur, eða ferningur. Yeah. Okay. And this is the new city. Þetta nýja borgin. Who lives in the new city? Hverjir búa í nýja borgin? Bride. The bride of Jesus Christ lives in the new city. Í borgin. And and the bride is the most mature of all the people who grew up in spiritual stature. Brúðurinn, hún svo sem hefur náð fullvaxta vexti af öllum þeim sem að hugsa. And so, they're the ones that live in this city. Og brúðurinn þeir sem að vilja búa í borgin. So then we have this tree. En svo erum við þetta tré. And it has 12 fruit on it. Það 12 ávextir á því. And then it has these leaves. Og svo lauf á því. This tree Þetta tré is a picture of our spiritual growth. mynd upp á okkar andlega vexti. And do you remember, have you heard the term the 12 governmental names of God? Hafið þið hugtakið 12 stjórnunarnöfn Drottins? God in Exodus chapter 34 has 12 ways that he describes himself. Í annarri Mósebók þá erum við 12 nöfn sem hann útskýrir sjálfan sig. The Lord, God, merciful, gracious, so on and so forth. And so what we do is we grow up, and as we grow in stature, we start to grow fruit of merciful and patient and gracious and forgiver. Þannig að við vöxum upp í þessari vaxtarmynd þá förum við að vaxa og geta á okkur þessi 12 nöfn. We start becoming like God, and we start to give life. That's what fruit does, especially for like Lilia. Og förum við að líkjast Guði og við förum að gefa okkur ávexti. Is that fruit gives life. Ávexti gefur líf. And so we become like a tree that has life in all of the different ways that God expresses himself. Við verðum eins og tré sem að hefur líf eins og allan þá vegu sem að Guð hann svona opnbera sjálfan sig. And then we have the leaves. Svo erum við þessi lauf. When you take the word leaf, Þegar þú tekur orðin lauf, and you think of the first time that you hear in the Bible about a leaf, where do you hear about it? þegar við hugsaðum fyrsta skipt sem við heyrum lauf í Biblíunni, hvað heyrum við það? Yes, he said the Garden of Eden. Í Eden garden. And what happens with the leaves? Hvað gerist við hérna lauf? They covered their nakedness, their shame. Þau hylja nekt sína. Because the leaves of a spiritual tree En þess að lauf andlegs trés are a picture of glory. myndum á dýrð. Now, how do we get that? How does that work out? Þannig hvernig virkar það? What do leaves eat? Hvað borða lauf? Sun. Sól. Glory rays. Dýrðar, So the sun comes down on a leaf. Here's a leaf.
Og sólin kemur niður á laufin. And the sun comes down on the leaf Sólin kemur niður á laufin. and soaks up that glory. Og hún drekkur í sig þessa líf. Thank you, Jesus. And so, what the scriptures are saying is that there are these people that are in this city that are like trees. Þannig að riðningin að segja að það fólk í þessari And they have life that gives mercy and gives forgiveness and gives grace. Og það mun gefa af sér miskun og náð. And they're so mature that even their leaves are this shining glory. Og þau eru svo fullvaxta að öll þessi lauf þau eru bara svona full af dýpt. And people could take the leaf of our spiritual stature, Og fólk getur tekið laufið af okkar andlega vaxtanum. and that glory will go and heal people that live on the new earth. Og svo dýr mun koma og gefa lækningu fyrir það sem búa á nýri jörð. Here's some houses or whatever, you know. Þetta er svona hús og hvað. And so, kings and priests will go in and take the testimony of Jesus growing up in us, and it will heal someone else. Þannig að konungarnir munu fara inn í borgina og taka af þessu vitnisburði og fara með og mun lækningu að einhvern annan. Now that sounds like a sci-fi story or Þetta something. hljómar eins og svona vísindaskáldsaga. But yesterday, En í gær, the Lord let you be healed by the leaves of my life. þá leiði Drottinn ykkur að vera læknuð af laufum lífs míns. Remember the two stories I told you about when Jesus came into the room? And And when I talked to the crazy hippie? Þegar Jesús kom inn í herbergið mitt og þegar ég talaði við brjálaða The glory from my life reached into your life, and something inside of you said, I feel like I'm a little bit stronger to serve the Lord. Og ef að dýrðin og mínu lífi fór inn í þitt líf og þér fannst þú vera sterkar en þess að þjóna Guði. And that was the glory from my life that God's put in me, Það var að dýrðin sem að Drottinn hafði sett á líf mitt reaching out and touching someone else. að teygja sig út og snerta einhvern annan. Thank you, Jesus. In the book of Revelation, everything are these pictures that make it sound like some crazy, sci-fi story. Í Opinberunarbókinni þá er svona alls konar myndir sem láta hljóma út eins og brjálu vísindaskáldssaga. But ultimately, it's about the life that God's grown up in you, En á endanum þá er þetta bara þetta líf sem að Drottinn hefur vaxið upp í þér, reaching out to the people on the new earth and giving them hope and healing. sem er að snerta út og snerta fólk sem er á nýju jörð og gefa þeim nýja von og lækningu. Did you want to add something, huh? Viltu bæta ykkur við? The reference is Revelation 22, verse 2. Yeah, would you read it for us? Lesa þá Opinberunarbókina 22. It is written, in the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. So here we see that this tree is one tree, and it's described as the tree of life, which we've heard the tree of life somewhere else in the scriptures, right? Og hérna lesum við á miðjustræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Og við erum að lesa hérna tré og við lesum á öðrum stað í Biblíunni tré lífsins, eða ekki? So in Genesis, in the garden, the tree of life. En í fyrstu Mósebók þá eru það tré lífsins. And the tree of life was Christ. Og tré lífsins var Kristur. So the glory, the stature of Christ Þannig að dýrðin vaxtarmynd that Krists we join ourselves to, like we studied last night, sem við saminumst eins og við erum á stúdíu í gær, gets to grow up in us and then touch someone else. hún fara að vaxa upp í okkur og snerta einhvern annan. Follow-up question, comments? Eitthvað svona fylgismynd? Gumi first, since it was his question. Do you have a follow-up question? No, thank you. Okay, Lydia. It's just a small question, because Sister talks about that we have leaves from our, from what we do, like the glory you're talking about, like our acts and stuff, and what we do, like Yes. our leaves. Yes. And that go on our bridal Garment. dress. Yeah. Are these the same leaves? Sýstir sem talaði lauf sem að við eignumst og verða á klæðum okkar, af gjörðum, allt sem við gerum og svona, er þetta sömu laufin?
they're both pictures of glory. So related, definitely. I Bæði don't know myndum exactly líkt how hana they're different. pottið tengd en ég veit ekki nákvæmlega hvort það sé saman. The point of the bridal dress, Tilgangur brúðarklæðana, this glory dress, þessi dýrðarklæði, is that it is an outward sign that we weren't just freed by the blood, það but that ytri we merki serve the þess Lord. að við vorum ekki bara frelsöndablóðinu, heldur að við þjónum Guði. Kind of like you can, in America, you can go into the military and just do 4 years and leave. Eins og í Ameríku þá getur við farið í herinn og þjóna bara í 4 ár en farið síðan. But if you were in battle and you saved people's lives and you did heroic things, they clothe you, they decorate you with different symbols and medals. En ef þú varst í stríði og þú varst að berjast og þú bjargaði fullt af fólki, þá myndu þau gefa þér alls konar svona orður og merki. And the bride is the one who said, I'm not satisfied just being saved. Og brúðurinn var svo sem sagði, ég ekki bara nógu ánægð með það að vera bara frelsuð. I want to serve God as much as I can in this life. Ég vil þjóna Guði eins mikið og ég geti í þessu lífi. And so that's what, if we had to boil down all of the tree and the leaves and the garments and the glory. Þannig ef við taka þetta allt svona saman, dýriðina, laufblöðin og allt þetta. It boils down to whether you and I want to be the kind of people that are just okay with being forgiven. Þá kemur þetta niður að því hvort að við séum fólk sem erum bara tilbúin að vera bara fyrirgefin. Or say, now that I'm forgiven, Eða segja, núna að því að mér I'm free fyrirgefin, to serve Jesus and I want to serve him with everything. þá mér frjálst að þjóna Jesú og ég vil þjóna honum með öllu sem ég hef. And what we do for Jesus here on earth Og það sem will gerum við forever Jesú be with us in the age to come. hér á jörðinni, það mun fylgja okkur að komandi tímum. So that's been an hour. Þetta búið klukkutími núna. I think we'll close here unless anyone has a burning question. If you have a burning question, it's probably from the Lord. Brennandi Yes. spurningu. Það var bara að spyrja, þú kannski, af hverju þarf fólk á niðri jörð lækningu? Why do the people on New Earth need healing? It's a great question. Frábær spurning. Do you have any ideas? Healing, when we think of healing, we think just of being sick, Þegar við being hugsaum broken. lækningu, þá hugsaum við bara að lækningu við það að vera kannski brotinn eða sjúkur. But the scriptures also talk about healing being connected with being made whole. En lækning í Biblíunni tala líka það að vera eitthvað sem er gert heilt. You'll read many places, I was just reading yesterday, where a Canaanite woman comes to Jesus and asks him to heal her daughter who has a devil. Og við lesum á mörgum stöðum í Biblíunni, ég var alltaf að lesa í gær kanadísku kona sem kemur til Jesú og biður að lækna dóttur sína sem var haldin í einhverjum anda. So he heals her, but what he says is, your daughter, what the verse says is that the girl was made whole. Þannig að hann læknar hana, en það sem að Biblían segir að stúlkan var gerð heil. So those on the new earth, there's no more pain, Þeir sem eru á nýju there's no jörðinni, more sadness, það ekki meiri depurð eða sársauki. they are not sick, Þau eru ekki sjúk, but they're not whole. en þau eru ekki heil. They don't have a full experience of who Jesus is. Þau hafa ekki fulla reynslu af því hver Jesús er. Yeah, like children. And though we just talked about these 3 places, there are many other places where people will be. Og ég vil þú For tölum bara eternity. þessa 3 staði, þá eru margir aðri staði sem fólk mun líka vera á eilíðinni. Hell, lake of fire, chains of darkness, Dauði, helja, that's talked about many other places Íslu where people know even less about Jesus. Þessi fólk veit Then the ekki new að earth. minna Jesú en það. So healing, well, at that point, healing is not just about fixing a wound or fixing a problem. Þannig að Biblían er bara ekki tala það að lækna eitthvað vandamál eða lækna eitthvað sár. It will be also about helping people have a fuller experience of Jesus. Yeah. Þetta líka That- hjálpa fólki að eignast meiri og fyllri meiri reynslu í Guði That they never chose to have when they were alive. sem þau kusu aldrei að eignast þegar þau voru hérna á jörðinni í lífinu. Does that help? Hjálpar það? En hafa þeir þá tækifæri til að eignast það? Do they get a chance to receive it Eða þú komast lengra? or acquire it or go longer, further? They have, once time is over, Þegar tíminn er búinn,
all pain will be done away with. þá mun allur sársauki fjara burt. But we know that it's through fellowshipping Jesus' sufferings that we grow in stature. En við vitum að það fyrir samfélag okkar við písli Krist sem við vöxum upp í vaxtarmyndinni. So you and I grow spiritually because of the pain that God allows. Þannig að þú og ég vöxum upp andlega vegna sársaukan sem Guð leyfir. But in eternity they won't have pain. En í eilífinu þá hafa þau ekki sársauka. To be able to grow through their experiences. Til þess að geta vaxið upp í reynslu sinni. So they'll be able to receive that healing, but it will all be theoretical. Þannig að þau geta tekið móti lækningunni en þetta mun allt vera kenningalega séð. So they will have it, but it won't Be like a seed that can't grow. Yeah, it won't be able to grow because it takes pain for that to Þannig að þau grow. munu eiga lækninguna en þetta verður svona Amen. sálkótsskólu sem að kannski það ekki fullum vexti. Which is why this message is so beautiful and so important. Yes. Because many Christians know that they need to be saved. Þess vegna þessi boðskapur svo magnar, vegna þess að það margir kristnir úti sem vita að þeir þurfa að frelsast. But there is a belief that, well, I'll just do my best here, and then in heaven, I'll learn everything about God that I need to know. Yeah. Það er svona trú þess að ég get bara tekið mútið Jésu og svo bara læri allir Jésu í eilífinu sem kemur. But what we've learned in this message is that, yes, we can learn those things in eternity, but we can't be joined to them and let them grow by choice. En það sem við höfum lært í þessu boðskapi, við getum lært þessa hluti í eilífinu sem kemur, en við getum lært á í dag í reynslu með vali okkar. So that's why the Lord gives each and every one of us the portion of pain that we need That's right. in this life so that we can know as much of Him as we're supposed to know. Like the angels. Okkur þann sásauka sem við þurfum á að halda til þess að við getum þekkt hann eins og við þurfum á að halda í tíma hérna. Magnus, you Like the angels, reference the they angels. can't know their salvation. They cannot know what it means to be redeemed because they've never sinned. Eins og þeir sem að munu ekki Yes. þekkja frelsi. Those angels that haven't fallen. The other ones they know. Does that help, Rodney? Yeah. Okay. Yeah, every spiritual principle needs to have pain and pleasure for it to grow up. Allt andlegt prinsip þarf sásauka og, what did you say, spiritual? Every spiritual principle needs pain and pleasure to grow. Já, þurfum að sásauka og hvað er íslenska orðið? Veljan. Veljan. Já. Já, bara veljan til þess að vaksa. Yeah. So when God takes away all pain, you can collect the seeds, but they can't grow. Þannig að þegar Guð tekur allan sásauka, þú getur tekið saman fræin og þau getur ekki vaksið upp. So they can say, that sounds like a wonderful Jesus, I'm so glad that He redeems. Þannig að þau geta sagt, þú veist, ég er svo frábært að heyra minna Jésu, hann hljómar bara æðislega og ég er svo þakkláttur fyrir hann frelsi. But I'm in hell, that'll never grow in me. I'll just know that He's good. En ég er í helju og það mynda mér eitthvað sem mun aldrei vaksið mér, ég veit bara hann er góður. But I won't have union with it. Og ég mun ekki eiga einingu með þeim. Great question. So glad you brought that up. Frábær spurning, gott spurning. Okay, well, we'll close right there. Má hætta hér. We don't have to be done with questions though, so like come talk to us anytime. We love talking about the Bible and Jesus more than anything else. Þið getið komið og talað við okkur og spurt okkur hverju sem þú veist, við elskum að tala í Biblíuna, þannig að ekki þurfum ekki að hætta að spyrja spurningar þó að stundum sé búið. What do we have going on next? We were gonna hit the gym soon. Okay, and play some games. Yeah, Abe is a game master, so he has some games planned up for us. Do they have tables and chairs over there? Yeah, they have. Yeah. Oh, okay, good. I'll tell you more. Let's pray, we'll close, and then I'll tell you what we're going to do next. Það segir ykkur hvað við erum að gera næst, við erum að biðja á lokastundinni. So let's pray. Biðjum saman.